Nei, ég skilji. Herru, ég held að við sem bara... Erum við bara good to go? Jú, ég veit alltaf það. Já, kæri hlustandi, það er 5. lótan sem heilsar okkur í annað skipti þessari viku að falli sumadegi, bongo blíða og UFC alla helgina. Hvernig fannst þér þessi bardagahelgi, Biggi? Heyrðu, bara geggjuð. Bara geðið skemmtilegt UFC-kart. Þessi bardagi hjá Eubanks og Ben var bara, crazy. Crazy? Gjössanlega styrlaður. Já. Svo var náttúrulega Eddie Hall, sástu það? Já, herru, Eddie Hall, hann debjúiði. Já, á móti einhvern gaur með reynslu, sko. Já. Það var ég held að það hafi verið einhver þyngdamunur á þeim, sko. Já. Og Eddie Hall reyndi að semja 2 mínútna lótur. Hann fekk gegn 4 í staðan fyrir 5, sko. En hann var ekki lengi að semja maður. Nei. Bara einhver hálf mínúta eða eitthvað. Já. Bara smókaði gæðin, sko. Ekkert eðlilega vel gert. Herru, góða fréttir að við erum aftur í beinni útsendingu á YouTube. Geggjað. Eru dottin inn einhverju hlustundur eða? Lof mér að efast. Nei, ekki svo en það eru við sko 5 mínútum eftir áallun. Já. Allir búin að gefast upp og voru 50 manns bara bíðandi þarna eftir að við myndum dett í loftið. Já, nákvæmlega. Við líka klúðrum hljóðinu síðast. The unforgiving crowd. Já, þetta er unforgiving crowd. En það má alltaf, við erum bara að festa tíma klukkan 8 á mánudum, eða ekki? Jú, það ekki? Jú, það hljóma vel. Og við náttúrulega fokkuðum upp hljóðinu síðast. Þú? Nei, tjók. Já, herru, við komum fyrir síðast. Þá vorum við að taka upp sko hljóð af tölvunni minni á sama tíma og vorum að tala í mækin. Já. Það spilaði svona 2 svar. Já, ok. Já, svona teknisk. Við höfum verið að taka upp bara í gegnum mækana og í gegnum mækin á tölvunni henni. Já. Nefnilega sem djöfisvesen maður. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Alltaf að læra eitthvað nýtt. Já, þetta er bara, it's all part of the journey. Já, einmitt. Þannig að ég ætla að vonandi að ég sé í lagi núna, en það er hægt að það má senda inn spurningar á YouTube-chatinu. Ég ætla að mynda þær og posti story hjá okkur. Ok. Svo allir sjáu sín live. Já. Herru, við þurfum að gera upp UFC, Gary vs. Prates, Eubanks á móti Conor Ben, og hitta þessu upp fyrir næstu helgi Cody Sandhagen á móti Davison Figueiredo. Herru, þetta er svakalegt kart næstu helgi. Það er mjög lúmst. Ég líka bara, já, ég veit það. Maður var bara eitthvað, já, ok, þessi fæðin, já, ok, já, Bo Nickal, hann er þannig, svo bara eitthvað, býtur Jeremy Stevens, hann er að koma tilbaka. Hann er making a comeback. Já, svakalegt. Já, það er svakalegt. En áður lengra en haldið, allir minna á þátturinn auðvitað í búið mínigarsins, heimavelli bardagi þetta. Stóri viðburðir eru sýndir þar. Og ef þið langar að byrja að æfa bardagi þá er Reykjavík MMA svarið ný grunnnámskeið í hverju mánuði. Allar upplýsingar inn á Reykjavík MMA, þar að segja rfkmma.is. Taktu skrifið og byrjaði að æfa á Viðarfröða 2. Frábær staður til að æfa á. Langar þeir að byrja aðeins að ekki bara byrja að gera upp kartið. Ég er það sem heitir á góðri íslensku fíkill og ætla að sækja mér fíkn. En Ian Gary á móti Carlos Prates, byrjum þar bara. Já, ég er bara að taka einræði. Herru, þetta var bara meistara framistæða hjá okkar manni Gary. En hann var ekki langt frá því að tapa þessu þarna alveg í restina. Já, munaði litlu. Að muna og manni fannst svona Prates ekki gera nóg bara til að þú veist, hann hefði alveg geta gert meira. Það var eins og hann langaði ekki alveg nóg mikið að klára þetta. Langaði hann ekki bara í viski og sígarettu við það? Já, kannski. Það er ekki bara svolítið máli. En ég skil ekki alveg það ákveður að maður ekki minn svona, þú veist, þegar maður búin að með hann svona mikið. Já. Þú veist, þegar Gary bara lá bara eitthvað með andlitið og í dúknum. Já. Ákveður bara, þú veist, klárar þetta ekki. Þetta var eitthvað svona Nate Diaz moment, það sem að, þú veist, þegar Nate Diaz hefði getað klárað Leon Edwards, manstu? En hann ákvað bara eitthvað að benda á hann frekar og leiðið honum bara, þú veist, þetta er alveg einn stæmi einhvern veginn, er svona svipað. Já. Ég, já, og þú veist, margir menn eins og ég er búin að setja, Prates by KO, sko. Ég sá eitthvað vídeo á einhverjum gauðir sem maður sett bara eitthvað því líka upp að KO eða alveg að missa sig yfir þessu, sko. Það voru nokkri, sko, súrir veðmálafíklar á þessu kvöldi, sko. Mér varst margir, sko, aðeins of harðir, sko. Hvað maður sagði, já, svona, þú veist, eitthvað Ian Gary bara ömulugur bardagamaður, bla 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 bla. Nei, þú varst bara klárlega að tapa pening og veist súr, sko. Já.
það voru svona nokkur þannig komment sko. Þannig að ég veit ekki alveg svona mér fannst Pratis að einhvern veginn aldrei kannski, það var alveg nálægt í að klára bardaga en mér finnst sko Ian Garry alveg gera mistök, það ekki, þú veist, í 4. lotu cirka, þegar hann fer að sækja í svona erfiða fellur þú veist, þetta var svona í byrjun bardaganum, hann skaut alltaf í eina fellu í hverju lotu til að svona láta Pratis hans hugsa þetta en það var alltaf bara svona, færi singuleikinn, ekki sækja nóg mikið svo, þú veist, svo fer þetta alltaf að vera svona auðveldra nema í 4. loti þá fer hann bara tímasetja þetta verð vinna miklu meira fyrir fellunni og með þess að bara bitna rosa mikið á tankinum hans Já, mér fannst hann trú að góður tími af þessari 4. lotu fór í það bara hanga von á Pratis svolítið láta Pratis finna fyrir þunganum hans og svona já, mér fannst hann einmitt bara vera að gera alveg hárrétta hluti það sko en svo einmitt þegar að Pratis nær að losa sig þá kom maður óverk að hann var bara þá fór hann svona aftur að fá smá svona meðbyr en og svo náttúrulega kom hann bara viltur út í þessa 5. lotu var ekki langt frá þessu sko en þá fannst mér líka að vera sko Ian Garry vera orðinn þreyttur ég held að sé alveg búin á þetta er ekki bardagamaður að mínum að sem að getur sko glímt og strækað það getur verið sko var ekki Mike Mallott sem að tapa fyrir Neil Magny eftir að vera alveg lúmska á honum skilu en það var einmitt svona bæði að stræka og glíma sko og svo við bardaganum eftir og strækaði hann bara þú veist, var bara eitthvað svona herri ef það er ekki, þá ætla ekki að blanda þessu saman þannig að mér fannst við svona læra helling á Ian Garry í þessum bardaga en þú veist, mér fannst alltaf liggja við að Ian Garry myndi sigra hann að bardaga Já, ég setti nú Pratis í einhver veðmál sko en ég var samt alveg eins og ég sagði við þig og Óla fyrir þetta er líklegast alveg rétt hjá ykkur sko en ég hafði trú á mínum manni en Ian Garry spilaði þetta ógeðslega vel og hann er svo góður að þú veist veri í öruggur fjarlægð poppa inn, taka 1-2 högg aftur út og einhvern veginn og hann náði einhvern veginn alltaf þegar að Pratis var að fara að koma með eitthvað þá kemur hann með eitthvað svona smá búm búm og hann einhvern veginn stöðið var alla sókn frá Pratis bara einhvern veginn áður en hann næra að byggja það upp einhvern veginn og bara, og þessi hásbörk hans hann var alltaf að henda í hægri hásbörkið þú veist, basically bara að halda vinstri hendin hans upptekni og líka bara, ég held hann hafi bara svolítið verið að targeta vinstri hendin hans til að, þar er krafturinn hans Pratis sko, bara til þess að bara þreyta hann í þessari hendi bara sparka nú í hann og með þess að þú veist, hann var alveg bara að kýla í hendurnar hans þú veist, það var alveg sniðt hjá hann sko. Já, mér fannst eins og eins og sagði fyrir blaðamannfundin mér fannst hann var svona að tala Pratis Ian Garry var bara búin að lesa hann bara allt gott sem hann gerir kemur að vinstri hliðinni og þannig að hann er alltaf að negla í þetta háspark þannig að vinstri hendin sem er powerhendin er bara að spila vörn mest alltaf tíman og svo líka bara, þú veist, endar hann fléttunar eða þú veist, að alltaf, þú veist hægri krókur eða eitthvað í, þú veist í vinstri hliðina þannig að bara, þú veist, vinstri hendin þurfti alltaf að vera að spila vörn það var sem að vera bara ríkilega svona, þú veist, ríkilega gott gameplan eins og Ian Garry hann er með, þú veist, hátt fight IQ klálega og kannski svona, ef maður fer aðeins yfir tölfræðina þá kannski ósanngjarnt að segja að Ian Garry sem er liðið þól hann hafi ekki, að hann hafi aðeins gasað þarna sko, en þú veist total strikes eru 259 á móti 162 og mér finnst galið að menn séu eitthvað svona að beina spjótu sínum í Ian Garry og segja að hann sé maðurinn sem gerir barda óspennandi ég kannski alveg með hann HIF Pics á Instagram í huga sko sem er mikill tippari sko en hvað við saman með 259 total strikes og þú ætlar að segja að Ian Garry gerði bardaðan leiðilegan Já, hann var meira svona gaggrina það að Ian Garry er ekki að leita finishinu þú veist, hann er komin til að pointfighta hann líkt honum við með Yusuf Salal sem ég varst ágætt svona líking hann gerir bara svona akkurat nóg til þess að vinna án þess að vera að leggja eitthvað mikið undir til þess að veist, ná finishinu og þetta er alveg þú veist, þetta er alveg gaggrinni sem að á rétt á sér þegar við förum að tala þú veist, verðandi champion þú veist, af því að þótt sé allt öðru sem það sem að Belal
eða meira að gera en þá þetta svona, þú veist, fattar þeirra fókus bara að vinna bardagan, ekki taka skaða í staði fyrir, þú veist aðrir, kannski vinsælli champion sem eru bara komnir til að drepa, fattar og þú veist, þeir fá áhörnduna með sér og eitthvað, en þú veist Ian Garry ekki alveg komin inn til að drepa, hann komin inn til að vinna og hann ætla bara að gera það á sem örugastan hátt sem hann getur og ég skil alveg þessa gagnrýni sko, því að þú veist, auðvitað vill maður þessa gauðra sem er komin inn til að drepa og komin með einhver holy shit moments fyrir okkur, fattur því að Ian Garry, þú veist, maður bara svona vákan góður, en þú veist, það svo sem, þú veist, það ekkert eitthvað fyrir eitthvað highlight reel úr sem bardaða, fattur Nei. Hann bara eitthvað að sparka í gardaða eins og veikja það, fattur þú veist, þetta óslega sniðugt og hann flottur og þannig, en þú veist þetta ekki það sem hún vilt frá The Champion sko. Nei, svo sem ekki, maður myndi vilja að Ian Garry var með fleiri finish ég vil ekki að segja annað sko en að því að svo að Carlos Prater sem bara ég með bara 4 bónusa þú veist, gera eitthvað betur en það svona það alveg punktur sko en svo á sama tíma þá virkar það óslega vel hjá Ian Garry, ég meina hann vinnur bardaðan sína og bardaðan gekk sjókatt skilur það vinnur 2 af 3 lótum svona short notice þannig að svona já, þetta punktur en ég get einhvern veginn ekki sagt við Garry eitthvað svona, herri, þú voru að taka meiri damage Nei, ég skil þannig að svona en hversu spenntur varstu orðin í lokinu að Carlos Prater myndi klára þetta? Sko, ég hef náttúrulega parlegið mér voru sprungin, þannig að ég hef ekki grætt neitt pening á þessu, þó ég hef verið með eitthvað parlegið með Prater Begay og eitthvað svona. Þannig að það breytti engu. En jú, ég var alveg, ég stökk aðeins upp á sófanum og svona öskraði eitthvað og svona reyndi að hvetja minn mann til að klára þetta, sko. Já, maður þarf að öskra á sjónvarpi, sko. Ég veit það. Annars heyrir hann ekki í manni, sko. Öskra nógu hátt til hann heyrir þetta allavega til Kansas City, sko. Já. Nálega. Ég reyndi mitt besta. Gaman svona á tölfræðin sko, að sjá að Ian Garry reyna þessa fellur sko. Hann fær ekki mikið af sko, kreditfellum. Hvað var það 3 ára sem hann fær kreditar? Já, hann fyrsti maðurinn til að taka Prater niður sko. Það enginn tekið hann niður áður. Já, en ég hugsa að það séu fleiri að fara að gera það sko. Þetta virka ekki það flókið sko. Nei. Svona, já, grípi fótinn og dansa aðeins með hann og þú trippar hann. Það var ekki ógeðslega flókið. Flestir sem hafa mætt Prater hafa verið bara, oh shit, what the fuck bara. Nákvæmlega, en þú veist, þegar þú kemur bara shortnotice, lest anstæðingin svona vel bara, herðu, ef að vinstra höndin í börn og í hóta fellum sérst já, bara, þú veist, já, kannski svona hann var svona svolítið found out og það sem að meðast líka skilur við, hvað þú veist, Ian Garry óslega stór welterweight, skilur hann hávaxinn og hann langur Prater það líka þannig að þú veist, hann hefur ekki þessa stærðar yfirburði gegn Ian Garry og það er spurning hvort hann hafi líka bara fengið þú veist, svolítið að krúsa í gegnum deildina bara á stærðinni og kraftinum. Já, eða þú veist, þannig að ekkert mætt einhverjum í líkingu við Ian Garry áður. Með við, hvorki sko í stærð nýja hérna í, hvað ég segja, stærð eða getu. Já, getu. Já, og svona, já. En alltaf, þú veist, eins og Neil Magny, það er líka gaur með langar hendur og svona. Já. Þú veist, hann að bara fucking smókaði hann, þú veist. En það er enda Neil Magny sko. Já, einmitt, þú veist, þetta er bara Ian Garry nú bara komin í toppinn á deildinni og þú veist. Já, mér finnst það alveg eins og Ian Garry, þú veist, hann gæti alveg róta menni ef hann vildi það. Já. En þú veist, fattar eins og þú veist, hann vankar hann með þessum uppercut, hvort það var ekki 3. lótu. Já. Þú veist, hann hefði alveg getað elt þetta finnis meira þá, sko. En þú veist, þá bara svona, þú veist, passa hann sig að vera ekkert að taka miklir áhættur. Sem hann alltaf þarf ekkert að gera, fattar, en ég minna, þú veist, ef þú vilt bara kaupa eitt ticket í titilbardaga, þú veist, en hann svo sem búin að vinna sig inn fyrir því, þú veist, það er ekkert hægt að setja út á það, en samt, maður vill alveg, þú veist, maður skilur þessa gagnrýni, maður vill að menn sé að leita finnissu. Já, 100%. 100%. Svo voru menn eitthvað, ég veit ekki, ég átti eftir að horfa blaðmannafundin, sko. Það voru verið að gera grína Ian Garry fyrir að vera eitthvað lélur í kjaftinum. Eitthvað svona, Ian Garry, haldi kjaft í dæmi. Eitthvað hægt að tala. Mér finnst ekki svona, hart á hann vegið kannski. Já, mér finnst hann alveg ágættur í kjaftinum, sko. Eða svona, hann alveg svona, postaði einhverjum svona vídeóm á Instagram eftir sigurinn, bara þú veist, það sem hann er bara, þú veist, að tala hann sé að, þú veist, fara í titilinn og eitthvað svona og bara,
já, bara gaman að honum, sko. Já, ég hef gaman á hann, ég er tím Ian Gary. Alltaf vorum við Gulla bara í þættinum undan, koma 2 þættir í þessu viku, sem alltaf mætti Ian Gary, ásaka hann smá svindl, Heyrðu, já. Að Ian Gary hafi rauninni svindla smá. Ég vil hafa verið geggja að hann hefði bara tekið hann. Já, Og við værum bara, Íslendingar værum með sigur yfir Írana, þannig. Já, það væri næs. Já. En Ian Gary var vist að hafa sett nokkra putta inn í hanskan hjá Gulla og losa það með gíotínið. Já, menn hafa nú gert annað eins. Já. Það er ekki svindl að dómarinn sjá það, sko. Já, það er svona eins og segja, það er ekki glæpur nema löggan takið. Það er eitthvað til í því líka. Já, svo sem, þetta er starfsmáli, það er að horfa á þannig, þú verður ekki glæpum Það fer ekki í fangelsinu að löggan við það. Já, það er Við erum svo deviant krimmar, sko, geggjaðir. Sko, við hvað viltu sjá Ian Gary með næst? Ian Gary verður náttúrulega official backup fyrir title fightin næsta sem verður 11. maí milli Madalena og Belal. Já. Þannig að og svo vill hann fá næsta titilskot bara eftir það og ég held að hann fái það alveg, ekki nema Shavkat verði heill og ég veit ekki hvort hann sé að kaupa sem miða framfyrir Shavkat í röðinni með því að Victin sem official backup. Já, það er spurning hvað Hunter Campbell hefur sagt, sko, og þeir dútar. En já, hann verður official backup, sko. Talað það, skilur, það er náttúrulega bara Jack Della Maddalena, náttúrulega bara svolítið svona fer svona semi-fan fyrir Ian Gary í röðinni fyrir að vera bara mjög spennandi fighter. Já. Er það ekki bara svolítið málið? Já, svolítið hefni bara, ef þú veist. Hann hefur svona verið fá eitthvað svona smá spes treatment. Já. Það er ekki. Jack Della Maddalena þá? Já. Jú. Eða svona, þú veist, að hann skuli hafa farið í þennan bardaga í snæðan fyrir bara Ian Gary. Já. Þú veist, hann alltaf bara, vinnur Kevin Holland og vinnur Gilbert Burns og title fight. Jú, allir það ekki. Hann sem alveg rankaður herra. Það er kannski, já, ég það ekki. Ég held að ekki búið að uppfæra rankings, ekki nema að Ian Gary fái bara ekkert fyrir þetta, skilu. Jú, eitthvað búið að uppfæra. Er búið að uppfæra rankings? Það er allan að uppdatið á mánudögum, sko. Það er spurning hvort það eftir að detta inn núna. Allan einhverja breytingar að það, sko, einhverja vendingar. Já. Jú, Ian Gary ætti að vera farin upp núna, held ég, myndi ég segja, sko. Jú, ég myndi halda það. Ég sé það allan ekki á rankings. En annars sé ég, sko, menn er eitthvað að orða Ian Gary við Leon Edwards. Það geti verið mjög skemmtileg fight, sko. Það geti verið mjög leiðileg fight. Já, það geti líka verið mjög skemmtileg fight. Já. Ég myndi setja Gary allan daginn. Já, kannski svona, já, náttúrulega Leon var ekkert eitthvað impressing í síðasta bardaga, sko. Nei. En ég held að geta þetta alveg verið góð fight, sko. Það er bara einhvern veginn, þú veist, þeir eru báðir einhvern veginn svona solid, glímulega sem ég held að nulli bara það út einhvern veginn. Já. Og er þið kannski bara skemmtilegur hérna, bara striking chess match. Já, ég hugsa það, sko. Ég hugsa bara svona líkamlega, það finnst mér svona Ian Gary hafa allt fram yfir Leon Edwards og þú veist, Gary var aldrei að fara að skjóta í ykkur takedowns. Nei. Ekki var Leon, hann move góð svona. Já, það geti alveg verið skemmtileg bardagi, geti líka verið leiður bardagi. Það væri decision bardagi. Já. Það væri svona, það væri algjör decision bardagi, sko. Já. En það er bara, þú veist, það er bara eins og það er. Stundu geta þeir bardaga líka verið skemmtilegir, sko. Decision bardagarnir? Já. Jú. Það var bara skemmtilega að sjá. Já, en þetta var góðu fight, sko. En þú veist, Carlos Brothers, Fighting Nerds. Taka fyrsta ósigurinn. Þeir eru ekki kleinurinn lengur, þeir eru komið með churros. Já, bara, já, það er samt ekki að breyta neinu eitthvað, þú veist, þetta er ennþá mikil killerar og, þú veist, Pratis kemur tilbaka, sko. Já, þarf hann fleiri vopni, eða er búið að finna hann út? Ég held að Ian Gary hafi alveg sýnt svona, þú veist, ákveðna leið til að vinna hann, sko. Já. En ég veit það ekki. Ég held að hann geti ennþá strýtt alveg megnina af top 15, sko. Já, algjörlega, sko. Ég held að ég svona pæla, sko, statlega séð. Sko, Ian Gary outstrækar hann í öllum lotum. En dómararnir gefa það, sko, 49-46, 48-47. Já, 2-48-47. Já, ég skil ekki alveg, sko. Mér fannst hann kannski bara taka síðustu lótuna
Já, mér fannst eiginlega Garri taka allan hinna sko. já, allan að sko Hvaða lótur eru þeir að gefa honum fjórðulótuna? Mér finnst það svona hljóta að vera 4. og 5. sko. Já, einmitt. En ég sé það ekki inn á UFC stat, inn á rekordstíðinni, ekki nema bara skórkartið hafi lótast eitthvað illa. Ég með skórkartið frá mig, maður sjá. But what the fuck? Það eins og þetta endi bara einn á Anthony Smith. Já, það er bara myndin kemur ekki upp sko. Já, myndin kemur ekki upp. Já, þannig að Það er eitthvað fucking up þannig. Já, það er eitthvað vekkur í gangi í sósunum okkar sko. En það hlýtur að vera 4. og 5. sem að þið gefa til Pratis. Já, hlýtur Það er ekkert annars myndi make sense. Pratis átti alveg svona, já, mann fannst svona Hann átti 50 lóðuna. Hann átti 50 lóðuna, en með, skuldlaust, en maður fannst þeim sko, þannig eyddi miklum tíma með einhvern veginn Garri á bakinu á sér eitthvað uppi búrið eitthvað svona. En svo þegar hann náði separation sko, þú veist, þá leit hann vel út í lokinu á 4. lótu, kannski var það nóg fyrir einhverju dómara sko. Já. Ég veit ekki, mér fannst bara allan tíman Ian Garri gerði svo vel í því að koma inn með högg aftur út. Já. Og leið og Pratis ætla að gera eitthvað, þá bara stöðva hann leið. Já, algjörlega. Þannig að ég svona það hefur verið gjafmildir en Mér fannst allan að klálega að vera 3-0 leiðin inn í Championship lóðuna sko. Já, með minnir reyndar sko að þegar þetta var sko Chris Lee, Saldi Amato og einhver þriðidómari. Ég hugsa að þriðidómarinn hafi dæmt þetta 49-46 sem þetta var. Bara Chris Lee og Saldi Amato hafi tekist að dæma þetta 48-47. Þeir voru bara eitthvað puff puff pass. Þú veist ekki glæð manni sem tekinn lögunni maður. Það er ekki að fara að drugtesta þá, eða? Hvernig væri það? Vata, step up. Já, step up your game, sko. Það þarf að setja þessa dómara í pissupróf. Nákvæmlega. En það styttist í, sko, Jack Maddalena móti Belal Muhammad, hann bara sko 10. mæ. Já, 11. mæ, eða ekki. Það er bara 2 vikur í þetta. Já. Og fáum Shevchenko á móti mannum 4 sem að kvöldi. Já. Þetta er hella pay-per-view, sko. Já. Já, þannig að það styttist í það. Þannig að við fáum að sjá mögulega Ian Garri aftur. Já, herru býtið það er mjög stutt í þetta. Já, hann elskar bara short notice bara. Hann var að klára, herru, þetta er aðeins mikið. Ég var ekki búin að fatta þetta. Nei, já, þetta er náttúrulega, þú veist, en hann er náttúrulega bara, hann er ekkert að fara að berjast, hann er bara að fara mjög ólíklega að fara að berjast. En samt, þú veist, þetta er bara, þú veist, ef hann best, þá verður það bara geggjað. Og þannig að alveg sínt að hann þarf ekki að teka mikinn tíma til að undirbúa sig, en þú veist, hún hlýtur að vera alveg illt á nokkrum stöðum eftir 5 lótu bardaða, sama hvernig þó hann hefði rústað honum eða, þú veist, eitthvað. Ég held í smá tíman að brota þessar hendina. Já, það? Já, en mér svona grunaði tíma, sko. Ég er ekki bara að fá staðfest og það er ekkert eitthvað lekið. Það er enginn talað það, sko. En hann var alltaf eitthvað tæpur í hægri hendinni, sko. Sko, hefur eitthvað komið í ljós með, sko, mér fannst eins og hann hefði mögulega nefbrotnað þarna í loka lótunni. Og það hefði, þú veist, ég sá bara eitthvað svona skot á andlinu hans. Svo útsendingin, hún var bara einhvern veginn búin. Mér fannst þeir hætta útsendingunni svo snemma einhvern veginn. Ég var alltaf eitthvað að reyna að greina eitthvað, en ég var eitthvað að meta hvort hann hefði mögulega nefbrotnað eða hvort hann hefði bara vankast. Já, það er pæling, sko. Ég veit ekki. Það var gaman að vita því, sko. Alveg pæling, sko. Já, Carlos Pratis verður líklega aftur að töflunni, sko, en hvítu töflunni segir maður. En fyndið, sko, er að allir sögðu, sko, að bardaginn myndi þróast Garri í vil þegar færi inn í Championship lótunar, en það eru mögulega 2 lótunar hans Pratis. Já, það er mitt. Þannig að maður svona, þetta spilast ekki alveg eins og maður hélt, kannski. Nei. Ég held bara að, þú veist, Garri myndi vinna allar þessar lótur á stigum, þú veist, Pratis þyrfti bara að finna rótöki á einhverjum tímapunkti. Já. Þannig sá ég það svolítið. Já. Og ég held að sé alveg rétt með því það, sko, að hann hefði alltaf þurft að vinna þetta ekki þannig, sko, en ég sá ekki aldrei fyrir mér að hann var að fara að róta Garri. Nei, kannski ekki. Hann er eitthvað svona nógu solid. En hvað með það, spurning samt, sko, Sean Brady er náttúrulega number 1 contender þannlega, sko, ég sé ekki alveg hvernig hann passar inn í þetta, með svo margir eigi svo mikið tilkall í titilinn. Og hann er bara hengur þarna eitthvað. Greiði kallinn. Gaman að því, við fengum kveðjugjöf Anthony Smith stegi í síðasta skipti inn í hringinn á ferlinum, endar fyrir sinn 37-22
út að það í blóði. út að það blóðið með góðan skurð á enninu Já. eftir svona frekar slaka framstöðu. Þú veist, af hverju hann að fara í hennan barda? Ég bara, þú veist, ég skil það ekki, þú veist, og svo ertu bara að pakka saman og þú veist, og þetta bara leit vandræðal út og þetta takedown sem hann að reyna þarna, þú veist, bara, eftir svona hálfa mínútu, þá þetta farið að vera bara svona, ok, ekki láta buffa þig, fattar þú veist, það hætti að vera eitthvað competitive, fattar þú, og bara, þú veist, bara, líka bara svona imageið af honum, allur út í blóði og gefa einhverjum random manni í salnum puttan, þú veist, það var svo svakalega bad look, sko. Þú veist, ímyndaður ef að Anthony Smith hefði bara guillotínað Petrino og hvart þá, hvað maður væri bara, wow, legend, bara takk fyrir allt sem þú gerði fyrir UFC og bara, þú er bara fucking legend, en staðin fyrir allan að endur það núna 3 töpum, allur út í fucking blóði, tekin út í fyrstu lótu, að gefa einhverjum feitum krakka út í sal, fokkiputta, fattar þú veist, hversu, þú veist, how the mighty have fallen, sko. Já, algjörlega, þú veist, hann hefði bara átt að call out quit, þú veist, en það voru menn bara að segja, skilju, hætti núna, þú veist, bara eitthvað, þú veist, farið nú að pakka saman. Við fórum að hugsa þetta þegar hann var þarna, you're attacking my family, þá vorum við bara eitthvað, þú veist, að hann á ekki að vera Já, það var sko mótið Johnny Walker í mæ 2003, sko. Þú veist, það 2 ár síðan. Og hann bara alltaf að mæta aftur inn í búrið og eitthvað, og maður bara, gauðir, veist, já. Mér finnst það bara ógeðslega leiðilegt og líka, þú veist, maður átti alveg von á nákvæmlega þessu og maður einhvern veginn bara svona, þú veist, upp á þessum barða, maður bara einhvern veginn, maður skilur ekki okkur að þessu og okkur ekki einhver búinn að stöðva hann, einhverjum sem annt hann í lífinu hans, bara eitthvað, heyrðu, Anthony minn, þú veist, þetta ekkert sniðugt, sko. Nei. Líka bara, fattar, MMA, þetta fucking hættulegt, fattar bara heilaskaðin sem hún getur tekið á að mæta einhverjum gæja eins og sang, fattar þetta bara hellingsáhætta og fyrir hvað? Ég skildi ekki. Mér finnst það eiginlega versta sem hann gæti gert var að sækja ykkur svona sigur eins og móti Ryan Spann, splitt sigur móti Ryan Spann. Til að halda sér gangandi einhvern veginn. Já, og svo bara kemur Petrino og bara svona fellur inn í eitthvað guillotine og Anthony Smith bara, já, ég held svo leiðin titil bara það. Og bara, nei, gauðir. En ég ánægði fyrir Anthony Smith að vera búin að ákveða að hætta leiðilegt fyrir alla parleiðina mína og allan peningin sem ég hef grætt á Anthony Smith þú veist, to lose en svona fyrir hans heilsu bara gott, sko hún fannst eitthvað skríti að hann var að fengi hann að kynvera Ming-Yang Xiang sem loka fætt, hann held að hann var að fara að fá eitthvað stærra sem að mér finnst svona sjá mér finnst það svona vottur hvað Anthony Smith lítið stórt á sig. Mér finnst bara skrítið að hann fá eitthvað svona ungan up and comer sem stór hættulegur. Ég skilið að hann að fengi eitthvað annað gamall legend, fattar þau? Já. Og þú veist, eins og Dustin Poirier ekki að fara að taka, þú veist, hverju bardaðar sinna móti Joel Alvarez eða eitthvað, fattar þau? Þú veist, Dustin Poirier fær einhvern annan, þú veist, einhvern annan svona eldri gæja, þú veist. Einhvern annan eldri gæja? Já, ok, já, þú veist. Það fær þetta Max Holloway, sko. Já, en þú veist, það er svona, þú veist, tveir gaurar svona á svona setni part ferilsins, fattar þú? Þú veist, ég hefði skilið það að fengi einhvern svona, þú veist, stærra nafn, en samt kannski ekki alveg af hættilegur. Já, ég það bara að menn hafa kannski bara ekki svona, kannski, þú veist, hann ekkert það reyndur ef við setjum þriðju sé bara þannig. Jú. En menn vissu samt alveg hvað hann væri góður og þú veist, ég held að það veri enginn sem var ok, ég setti pening á Anthony Smith, sko. En ég held að það var enginn sem hafi virkilega trú á því að Anthony Smith myndi vinna hann bardaga, sko. Nei. Ég ákvað bara, ég setti eitt lítið parleið, bara 10 eurur, Anthony Smith og Carlos Prater saman. Bara það að mér langaði að vera með. Veist, ég hélt með honum. Já. Ertu hættur að geta hort á bardaga bara til að horfa bardaga? Nei, alls ekki, sko. Ég er alveg bara, ég er ennþá in it for the love of the game, sko. Já. En jú, vissilega gera það skemmtilega, sko. Bara eins og Carlos Prater, ég veit, mér grunar mjög sterkt að Ian Garry sé að fara að vinna hann að bardaga, en mér finnst hann gaman að setja smá pening á gæðina sem ég held með, sko. Já, það þarf ekki að vera mikið, það er 10 eurur og, þú veist, það er bara gaman, sko. Já, þú ert bara búin að koma með bjaga sjónlótn á bardaga. Ég er ekki í þessu betting til þess að einhvern veginn að, þú veist, eins og þú, þetta er svo calculated hjá þér og, þú veist,
hjá mér er þetta bara svona, veist, þetta er bara til að hafa gaman af, fattarðu? Veist, ef ég tapa, það er allt í lagi, þetta er ekkert eitthvað háar fjárhæðir eða eitthvað þannig, þú veist, ég vil bara veðja þá sem ég held með, fattarðu, og vera bara með þeim í þessu, fattarðu. Já, ég skilji. Gott mál. Ertu spenntur að sjá Ming Yang Xiang aftur? Já, mjög spenntur. Hann kallaði á Jiri Prohaska. Já, byrju fyrir þér, sko. Hvað? Jiri Prohaska frá pakkunum. Af hverju? Jiri er ekkert það góður. Víst. Hann er ekkert það góður. Jiri Prohaska er miklu betur heldur en Ming Yang Xiang. Þú veist, þá bara eftir að koma í ljós hversu góður þessi sang er, en hann er spennandi. Ok, Jiri er góður. Xiang hefur ekki barist nálægt í að sama leveli og Jiri Prohaska. Nei, ég gerir mér alveg grein fyrir því, en ég held að þetta sé ekkert eitthvað að gefa mér sigur fyrir Jiri Prohaska. Bara stórhættulegur kornungur strákur sem að geti alveg tekið Jiri, sko. Já. Þú veist, ég veit ekki, Jiri er alveg góður, ég ætla ekki að segja eitthvað hann sé ekki það góður, en þú veist, það er samt alveg svona takmark fyrir því hversu góður Jiri er. Já, auðvitað. Og þú veist, það er alveg leiðið til að vinna Jiri. Já, there are limits. Vissulega, en hann er sko, hann má eiga það, Ming Yang Xiang, hann er með 3 performance of the night bonus í röð. 3 fætar, hann er með 100% performance of the night bonus rekord. Þannig að hann ætti nú að þykja ansi spennandi. Það var nú frekar gefins bónus þarna. Já, helgina, sko. Mér líður sko eins og ég geti hoppað inn í búri gegn Anthony Smith. Já, mér finnst sko, þú veist, ef allar fá performance bónus í fæta mútið Anthony Smith, þú veist, þá hann þurfti að það þurfti að vera eitthvað aðeins meira. Já. Það er bara svo hver sem það geti gert þetta. Já, en hann samt, þú veist, hann bara gerði gat á hausinu á hann. Já, einmitt. Og bara blóð allt og bara, þú veist. Mér leið svo illa að skrifa greinina inn á MMA fréttir, bara eitthvað, sang bindur enda á feril Anthony Smith og svo myndin af Anthony Smith þarna og svo ég var búin að gera svona myndband, sjáðu þetta. Leið svo illa með þetta einhvern veginn, bara eitthvað svona eitthvað gammal legend, eitthvað endar þarna allir út í blóði og ég bara geta mjólkað fyrir MMA. Já, allir kliksinn maður. Mér leiði svona smá illa með það, líka bara svona að skrifa myndband, bara eitthvað svona, see the blood, eitthvað. Við að hagnast á blóðinans. Já, við lifum á blóði, við erum svona vampýrur fjölmiðlabrandsins. Einmitt, má segja það. Já, má alveg segja það, ég held að það sé bara rétt myndið. Herru, skemmtileg bardagi, takk fyrir allt saman Anthony Smith, velkomin í UFC Xiang, velkomin á kortið, segir maður, þessi frekar. Já. Hvernig fannst þið loka, þá að geta svona fighting montage Anthony Smith? Sko, ég var eiginlega bara svo busy að skrifa greinina og ég náði eiginlega ekkert alveg að horfa á þetta, sko, en svo náði ég svona viðbröðum hans við þessu og svona, þannig að bara, bara gaman að það sé heiðraður, náttúrulega bara legend in the game, sko. Finnst þér að þetta var í Hall of Fame? Já. Já. Flest oftast þegar eitthvað segir já, þá er það nei. Þú veist, hver eru svona skilnum fyrir að komast í Hall of Fame? Já, kannski verða champion. Já, þú veist, þá er hann ekki þar að. Nei, ég myndi segja, ég vil ekki hafa reyndin í Hall of Fame sem var ekki champion. En ég minna, þú veist, bara þessi gæði lit berja sig í 10 ár. Já, þú veist, 25 bardagar innan UFC, það er ekkert eitthvað margir sem ná því, sko. Nei. Og þú veist, mætti John Jones, þú veist, það er alls konar, þú veist, ég veit ekki hvað, ég er ekki í þessari Hall of Fame nefnd, sko. Nei, ég er að sitta í nefndin. Mér finnst það svona alveg, þú veist, já, ég var ekkert eitthvað að fuss og segja því, ef hann tekin inn í eitthvað svona. Er ég svona mikil heitir fyrir að vera að fyrst og svega yfir því? Þú ert bara ógeðslega mikil Anthony Smith heitir og hefur alltaf verið. Nei! Jú, allan svona síðustu ár, sko, síðan við byrjuðum með þetta podcast þú bara búin að vera að drulla yfir Anthony Smith bara every chance you get, sko. Réttilega, hann er sko 13-12 innan UFC. Já. Hann er ekkert að fara í Hall of Fame. Nei, kannski ekki. Þú veist, ég var mikill Anthony Smith maður upp að John Jones barðaðinu. 2019. Já, ég veit að það er hann líka að vinna Shogun Rua, að vinna Rashad Evans og þú veist, mæta fleiri góðum gaurum, þú veist. Vann Alexander Gustafsson? Já, hann gerði það. Já, það var aðeins seinna, já, nákvæmlega. Og þú veist, svo kemur bara auðvitað tímamótið þar sem maður á bara að segja þetta gott og þú veist, fyrirtun er búinn og það er bara að vera að berja endalaust og það er engin hundur eftir í honum og hann bara gefst upp eftir hálfa lótu, þú veist. Og þá var maður svona, já, ef ekki bara segja þetta gott. Hann hefði átt að segja þetta gott fyrir lengur. Já. En pældi þess að 59 pro MMA bardagar, þetta er rosalegt. Getur þú ímyndað þetta? Gerir þetta 59 sinnum? 59 sinnum.
Nei, ég get ekki innmjöla. Það er ekki margir sem ná í svona háa tölum maður. Ég bara gæti ekki nefnt eitt mann sem er tekið svona marga fæta. Nei, hann má vera svona hometown legend. Já, Hann er svona ég segi að hann fái bara Hall of Fame bara fyrir hversu mikið hann hefur gert. Já, þú ert rekin, Biggie. Biggie, you're fired. Þú veit, það fær ekki verið við Hall of Fame dildinu minni. Bara fólk fær að dæma út af fyrir sig. Herru, hérna færum okkur aðeins áfram, því að það er mikið til að tala sko. David Onama múti Giga Chikadze. Gigabætið leit rosalega vel út í fyrsta lóti. Já. En svo bara kemur David Onama að fatta bara, hei, hvað er glíman? Sem hefði alltaf, þú veist, maður vissi alltaf að það væri leiðin að sérunum, sko. Já. En Giga er svona annað dæmi mann sem ákvæmst bara svona hengi upp hanskana. Já, kannski. Þú veist, bara of mikið damage. Þú veist, í gegnum árinu fann hann berjast einu svona ári, meittur þar á milli, þú veist, þetta er svona, þú veist, ef að Giga ætlar að fara að berjast meira, að þú veist, hann er góður barðamaður, hann er skemmtilegur, hann hefur kannski bara ekki alveg svona glímugetina sem hann þarf að vera til staðar. Þú veist, hann er 36 ára, hann er featherweight, þú veist, 1 sigur sem 2002, náði ekki eins og vikt núna. Og hann hefur reynda sagt eitthvað svona að þetta var svona klúður, skilur, ég viktaði rétt upp á hótelherbyggi eða eitthvað og mætti svo. Ég meina, hann leit vel út í byrjun. Já. Svo náttúrulega eftir hann var tekið niður, þú veist, þá þú veist, hann einhvern veginn leit aldrei út eins og hann gæti gert eitthvað eftir það, sko. En hérna, í þriðju lótinni, þegar hann er tekið niður þá, þú veist, Onama skýtur í takedown og bara skallar hann. Já. Og þú veist, ætti dómarinn ekki að stoppa þetta og stand them up og þú veist. Það er svona, já, það er skella saman, sko. Já, að þú veist, út af því þetta er ekki bara eitthvað svona að skella saman, þú veist, bara Onama stingur sér inn og skallar hann, basically. Já, en þess að hann lækkar basisinn líka, skilur við, þeir skella saman, skilur við, það er ekki, hann kom ekki bara að headbutta hann, skilur við. Nei, en samt svona, þú veist, hingæðin skýtur í takedown og skallar þig. Já. Á hann að fá að græða á því. Ok, þú veist, hvað er hausin á þig, ef ég skýt í takedown á þig, og ég skalla þig, hvað er hausin á þér? Já. Þú veist, af því að þú veist, hann er bara komin rosalega lágt niður með hausin, skilur við, þú veist, sjálfur. Já. Þú veist, vanalega, þú veist, myndur fá mig í fangið, skilur við. Já. En hann er bara, þú veist, er einhvern veginn svona, man ekki nákvæmlega hvernig stöðið hann var, sko, en hann var svona nokkurn veginn sestur, sko. Já, einmitt. Þú veist, þegar hann kemur inn, sko, þetta var ekkert viljaverk, en ég bara þekki það ekki, þú veist. Já, ég var einmitt bara svona ádómarinn að gera eitthvað eða ekki, eða þú veist, ég var ekki alveg viss með það, sko. En, menna, þú veist, headbutts eru svolítið svona hluti af þessu, sko, þetta er headbutt oft og ég held að bara, ef dómarinn dæmir þetta óvart, og þá er það bara óvart, en ef þetta er viljaverk, þá svona held ég að fá eitthvað viðvörun og eitthvað. En við erum oft talað skilur, hvað er pirrandi þegar menn, þú veist, skella saman og eitt fær skurð en hinn ekki og eitthvað svona vesen, sko. Já, svona headbutts getur oft haft mikil áhrif, sko. Já, það gerir það. Herri, svo er hérna partæðin sem öllum fannst ógeðslega leiðilegur og ég skil ekki alveg hvað gerðist, sko, en þú veist, Abis Magomedov sigrar Michel Pereira á decision. Hvað var í gangi með Michel Pereira? Ég veit ekki, hann bara fór aldrei í gang einhvern veginn. Þú veist, hann bara toppaði þegar hann tók dansinn hérna á leiðinni inn í búrið. Og hann tók dans í göngunum, svona synchronized dans með þjálfunum sínum og það var bara einhvern veginn toppurinn á performanceinu. Já, ég skildi ekki alveg hvað ákveðum hann var svona virkaði bara ræður einhvern veginn. Já, bara hérna gerði ógeðslega lítið. Já, það virkaði allan þannig. Allan að sko, í fyrsta lótan var alveg bara, þú veist, reyndi 20 högg. Já, nákvæmlega. Sem er ekki mikið. Bara kommitta aldrei inn innan árásir. Nei. Það var bara ekkert að frétta þarna og mér finnst eins og Abis hafi bara svolítið, við erum báðið þreyttir. Þú veist, það var svona þreytu bardagi, sko. En, já, aðhlátursefnis, Abis Magomedov hefur svona, já, svona smá upprisin æru núna. Komin á hvað, 3 bardaga sigurgöngu og svona. Þú veist, er hann að fara eitthvað? Er það maður sem verður færa hann til bardaga eitthvað? Ég sé það ekki alveg fyrir mig, sko. En ég meina, þú veist, hann er alveg hérna, þú veist, hann getur stríkt hvernig sem er, sko. Hann er að, þú veist, ég sé hann ekki verið champion, sko, en hann er alveg góður fyrir þessa deild, sko. Já. En hann verður ekki champ, ég get ekki séð það fyrir mig, sko. Ég sé hann ekki vinna Dricus du Plessis, sko.
Nei, aldrei. Veitu, er hann inn á rankings? Hann hlýtur að taka Pereira sætið. Pereira var í 14. Þannig að hann hlýtur að vera að detta inn á það núna. Já, það hlýtur að vera. Ég trúi ekki öðru. Heldur að hann taki það sæti, sko. Sem ekki fjölur þennan bardaga, sko, en þetta var... Nei, þetta var leiðilegt, sko. Öll mýmin sem kom bara að báða droppa þeim báðum. Það var svona, það var svona brandarinn, sko. En ég skildi ekki hvað gerðist svona. Nei. Líka erfið bardagi kom eftir, sko, Randy Brown á móti Nicholas Dalby. Oh my god, það var svakalegt. Það var, sko, ég veit ekki, sko, ég bara man ekki eftir jafn svona action-packed, þannig að segja, skilur við, 1,5 lótu, að því að Randy Brown smurði nefið á Nicholas Dalby. Já. Fokk, sko, það var bara, það var komið undir hægra augað á hann. Ég veit það, og líka, þú veist, þess að lýsendunni sögðu að það blætti ekkert sérstaklega mikið úr því, sem því að blóðið er að fara í hina áttina. Það sé að fara bara onni í kokki á honum, hann er að gleypa það, sko. Já, ég með að pínu hugsa til Helga Itter. Já. Þegar hann nefnbrotnaði og bara að fá blóðið niður í kokk og eitthvað, og það er ógeðslegt, sko. Og svo bara kom maður í hotninu og bara réttað af. Já, það tókst að laga ágætlega þarna. Já, einmitt. Og dönsku þjálfarinn eitthvað svona kom bara eitthvað á dönsku, bara setti bara túrtapa upp í það. En það var geggja cutman work, þannig. Já. Bara þessi cutman má bara eiga hróskilið, sko. Já. Það bara leit alltaf þessu út, þannig að komandi inn í aðrálandi, sko. Einmitt, það var bara, hann fekk hann eitthvað lítið aðgerð á 1 mínútu. Svaklegt cutman job, sko. Það var gaman að vera cutman og fá bara eitthvað aðgerð hverju hotni og bara sjáum hvað ég geti gert það á 1 mínútu, sko. Þetta eru fucking fagmenn, sko. En virkilega vel gert Randy Brown, sko. Þetta knockout, þetta var alveg eins og Holloway mútið Gaethje. Já, bara hvernig hann lendur og hvernig hann dettur niður og þetta var bara sama hendi og eitthvað svona söpu fletta já, eða ekkert eðlilega nett, sko. Þetta var Fight of the Night. Sko, ég var alveg hissa með Nicholas Dalby. Þetta var ekki svona sami Nicholas Dalby og maður svona... Nei, ég veit að maður, veist, ég var með Dalby á Parley, ég var bara svona, þú veist, hann var með eitthvað 3,8 eða eitthvað. Ég var bara þess að hann getur alveg tekið hann. En hann er ekki að fara að taka hann með að vaða bara eitthvað áfram með einhver reckless högg, sko. Það er ekki leiðin til að vinna Randy Brown. Þú veist, ef hann hefði bara skotið í takedown og reynda að klessa hann upp í búrið og þú veist, eitthvað þannig og anda svolítið hátt hann inn í eyrað honum, svona, þú veist. Það hefði getað virkað, en einhvern veginn svona, að bara einhvern veginn bara vaða áfram með einhver vilt högg á móti, bara einhvern svona snæper með endalaust langan faðm, þú veist, þetta var mjög heimskulegt, sko. Já, þetta var skrítin nálgun á þessum bardaga, sko. En líka bara virkaði, sko, svona líkamlega gamall. Bara svona, þú veist, virkaði bara eins og eitthvað svona tattuverða sjóari sem að bara, þú veist, ég veit ekki, hann bara, mjög líkamlega gamall einhvern. Það var ekki Dalby sem ég átti vona að sjá í þessum fæt, sko. Nei, mér finnst það hann ætti svona, að fara að hengja upp hanskana og Dalby má vel að fara að segja þetta gott. Annað gott bara að mæta Gunna eða bara segja þetta gott. Ég væri alveg til að sjá Gunna bara móti í Dalby nú. Það væri þægilegur bardaði fyrir Gunna. Já, ætla að berjast svona. Já, það var bara, þau líka bara náðu einhvern veginn engu gripi á honum og ég veit ekki, það var einhvern veginn alveg allt vonlust eitthvað. En sko, hann má samt eiga það, sko, hann sló niður Randy Brown í fyrsta lóti. Já. Þú veist, Nicholas Dalby mögulega vinnur fyrsta lóti, sko. Já. Maður sjá. Það er ekki bra. Samkvæmt einum dómara. Nú, ok. Já, en hinn geði þetta á Randy Brown. Mér fannst það svona, ég veit ekki, mér fannst það svona, hefði svona stólið þessu svona... Já, mér fannst það líka, sko. Já, þess að hann bara svona gert nógu mikið hann í lokin til þess að verðskulda sigurinn, sko. En svona heilt yfir, þá var náttúrulega Randy Brown betri í lótinu, sko. Já, en þú veist, maður sé að take down, fann ekki knockdown fyrir þetta. Jú. Ég svona skil ekki alveg, ef að Dalby er með knockdown og svona... En þú veist, damage is the number one criteria. Annar er með smurt nef. Já, reyndar. Það telur. Já. Fokk, það var ljótt með þér. Já, það var svakalegt. Ég var bara, það var svo gaman að vinna nætuvakt, sko. Og einhver kona með mér sem alltaf svona eitthvað, hvenær byrja leikurinn? Og ég bara, þetta er ekki leikur. Þetta er bardagi. You don't play fighting. Já, it's no play fighting.
og ég plataði hann til að horfa á þetta með mér shout out á hana Katrínu mína og svo bara eitthvað svona, herri, ég danskur bardagamaður og svo bara smurt nef sko. Það var mjög skemmtilegt svona first impression, eða svona semi-first impression fyrir nýjan UFC áhorfanda. Já, Randy Brown, spennandi. Er hann rankaður eins og þér? Nei, held ekki, eða hvað? Hann þarf að fara að fá eitthvað rank sko. En maðurinn alltaf var að vaksa eins og engin spetta sko. Já. Hann með þetta Hvað með Carlos Prates og Randy Brown? Já. Það ekki? Já, ég flaggaði hálfa stöngu þetta. Já, það er bara... það getur verið skemmtilegt. Já, það getur verið mjög skemmtilegt. Það er góð fætt, sko. Þú veist, ég myndi segja að það verið svona þetta fætt mig. Já. Já. Biggie, you're hired. Þú ert ekki heima í Hall of Fame-stildinni, sko. Ég held ég gæti verið svo góður í þessu jobbi, sko, að matchmaka. Ég held ég væri ógeðslega góður í því, sko. Já. Ef mann að matchmaka, sko, botnin, sko, þú veist, ef mann þú veist, 500 manns á svona roster, skilju, 500 fætarar skráðir UFC. Já. Þú veist. Ég held að, sko, Prílins prinsinn. Það skulum ekki gleyma því. Þannig að ég myndi hafa bara mjög gaman að ranka, matchmaka allir þessu low-level UFC fætara. Já, búið til gott prílinskart. Ef að ræða, sko, hversu dirty þú varst. Bjóst til eitthvað ógeðslegt reel af þessum verstu myndum sem til á mér á internetinu og örugglega svona top 10 bestu myndum sem til á þér. Já, allt einhver legends með mér á myndunum. Já, nákvæmlega var bara eitthvað ég að larpa. Og svo fannstu eitthvað out of context. Já, mjög out of context, já. Mjög out of context. Það sem ég segi prílimskongurinn. Þegar þú coinaðir the phrase. Nei, ég coinaði þetta ekki. Þarna var þetta til, sko. Svo setna breyttir þessu í prílinsprinsinn, sko, sem ég fíla á þetta þegar það stuðlar, sko. Já. En þú bara, þetta er allt komið frá þér. Og ég er alltaf að leita fyrir það. En þú átt heiðurinn að þessu, viðurinn-efni. Já, ég tek því bara. Og ég bara þakkaði fyrir það. Ég er mjög sáttur með það. Já, verður það góði. Og átt að bara fyllilega skilið. Við fengum svo að sjá Ikram Aliskerov, hann opnaði kvöldið gegn Andri Múnis. Ég var bara að segja að Andri Múnis væri lifandi hundur og alltaf. Já, við ætlum að segja okkur maður. Hann lét hann bara pakka sér saman. Þetta var nú einhver skrítir vinstri krókur sem lenti þarna, sló hann alveg út á laginu, Andri Múnis. Þetta var svona semi bara mjög þéttur krókur einhvern veginn. Þetta var svona, já. Ég sá þetta, ég var eitthvað svona, var þetta jab eða var þetta vinstri krókur eða eitthvað og svo sá ég endursýninguna og ég var ennþá svona, Það var eitt af þessu svona, var þetta öndi eða var þetta gæs dæmið, skilur. Og ég skil ekki alveg, já, svo bara, en hann var allir með dettur í búrið og þetta var eitthvað bara, svolítið búið, sko. Sko, Múnis var bara hræddur, maður sá það bara leið og barnaði byrjaði að, þú veist, hann var bara kominn að inn til að tapa, sko. Já. Hann var ekkit, þú veist, hann var engin mótspinnað hann fyrir hann, sko. Eiginlega. Herru, okkar maður Mats Schnell og Jimmy Flick, þeir voru fítur prílims, það var geggjaða fætt. Já, það var skemmtilegar glímumoment sinni þeim bara það. Einmitt. Hoppuðu báðið gilli á hvern annan. Já, nákvæmlega bara svona, guillotine, gilli. Já, þetta var skemmtilegt, sko. Já, mjög skemmtilegt. Og Chris Gutierrez vann svona, split decision gegn John Castaneda. Já. Það var gaman. Cameron Simon tapaði aftur. Þvílíkt knockout hjá Malcolm Velmaker. Þetta er spennandi strákur, sko. Já. Hann rótaði Adam Bramald í síðasta fight í Contender Series. Já. Rótaði núna Cameron Simon, fyrst fær Cameron Simon. Já. Bara fucking erfiðu gæl, debut á móti. Og bara rótaði hann í fyrstu lútu. Já. Þú veist, þessi gæi, hann verður a problem, sko. Og Jacqueline Amorim söppaði Polyana Viana. Maður. Þetta var annað dæmi bara, sko, hún var bara komin að inn til að tapa. Þú veist, það bara, já, þú veist, svo, þú veist, hver að segja hún sem er svart belti í Jiu-Jitsu? Einhverju brassar. Já, þú veist, ég er ekki alveg að sjá það fyrir mér, sko. Þú veist, með hvað þetta var auðvelt fyrir Amorim. Ég veit að hún söppar alla sem hún mætir, en þú veist, það var einhvern veginn aðeins og auðvelt. Já. Ég setti þetta á, þú veist, Jacqueline Amorim by decision. Já. Og því að ég held að, þú veist, Polyana Viana, black belt, þú veist, það verður kannski erfitt að ganga frá henni þarna í gólfinu, sko. Já. Og svona sá fyrir mér, hún væri bara svona leita að söppinu allan tíman, sko. Já. En hún bara fann það bara á núleitni, sko.
Já, undir 2 mínútum. prílumsprinsinn strikes again. Já. Ég var allan með sigurverðan rétt þar. Já, sko, ég svona við það að subscriba á OnlyFans-inu Pólíinu við hana til að sjá hvað hún að gera í staðin fyrir að æfa, sko. Þau vantar afsökun. Ég bara, rennum aðeins yfir þetta, bara hvað að gera sérna, þú veist, af hverju ertu svona léli UFC allt í hennu. En ég svona farin að hafa á tilfinningunni að hún sé bara að promóta OnlyFans-inu sitt með því að berjast UFC. Já, þú veist hvað, 3 töp núna eru öðru en allt úkslega erfiðar gælur, sko. Já, en það byrjaði bara svo vel, sko. Sko, já, ég hef engan áhuga að sjá hana aftur. Nei. Veist, hún hefur ekkert fram að færa, sko. Hún er voðalega sæt og maður eiga það, sko, en ég er alveg góður, sko, við getum alveg kvart hana. Já, það ekki. Jú. Bara eitthvað. En Amorim er spennandi með þér. Amorim er bara fokkin spennandi. Já, hún er ógeðslega spennandi. Hún er já, náttúrulega 10-1 og er bara svona algjör fokker, sko. Hún er, já, bara virkilega spennandi. Og ég er bara, náttúrulega engin stuðull á hana, sko. Ég kíkti á Coolbet og það var engin stuðull, ég sleppti segla. Já. En svona sé pínu eftir núna. Þetta er svona eitthvað sem setur á parlay og við svona nálgumst parlayinn okkar öðru sig. Ég nota til að bústa hérna stöðluna mína en þú notar þetta í eitthvað þess að vera vissum að þú tapir öllum parlays. Yep. That's me. Herru, ég ætla að kveðja þetta UFC-kart. Var ekki eitthvað hérna sem við áttum eftir að Jú, það er stiklað stóri hér þar, skilu. Já, það er náttúrulega, já, Timmy Kwamba, vinur þinn. Timmy Kwamba! Já, minn maður. Þú náttúrulega, já, bara út af nafninu. Já, it's time to Kwamba. Þú bara ákvæmst að þetta væri þinn maður bara út af nafninu, en var ekki flying knee to ground. Af því þessi, Romero, hann tók, sko, debutið sitt, á móti Onama, short notice, bara no notice, basically, og þá hann að tapa því á decision, og þú veist, að sanna hann alveg, hann er hættlegu gaur, og ég hefði mikla trú á honum í þessum barða, en Timmy Kwamba bara, sko, hann bara smellitti með einhverju hægri hendi, smellitti svo, hvort það var ekki bara high kick í hausinn eða eitthvað, og enda svo á þessu flying knee. Paul Felder gaggrindi strax stoppið sér að dómaranum, sko. Já. En ég veit ekki, hann bara að lenda þremur svo ógeðslega clean þungum höggum á hann stutt í millibili og fór í eitthvað ground and pound. Ég skil alveg hann að stoppa þetta. Mér fannst þetta alveg fínt stoppið, sko. Já. Ég misti af nokkrum prílims, þannig ég sá hendur ekki Jimmy Kwamba. Nei. En þetta lega nú alltaf í loftinu að Jimmy Kwamba. Takk að það. Þú segir það. Ég segi það. En já, bara ógeðslega flott hjá honum, sko. Já. Herru, svo við tölum ekkert það í þættinum undan, sko. En Chris Eubanks á móti Conor Benn í boxi. Holy shit. Þetta var eitthvað bara eitthvað sem fór undir minn radar en var bara geggjaður boxbardagi. Ég byrju, við rættum hann bara ekkert í síðustu viku. Nei, bara ekki neitt. Þannig að Chris Eubanks Jr. á móti Conor Benn, þetta er náttúrulega bara eitthvað, sko, bara ræfurður í bara eitt besta ræfilur í sögunar þar sem að, sko, pappaði tveir Chris Eubanks eldri og pappans Conor Benn sem að heiti Nigel Benn. Þetta er alveg, sko, generational beef eitthvað. Já, þeir börðust tveisar. Chris Eubanks vann fyrirbardagan, svo jafntefli í seinni. Og svo einhvern veginn að eiga þér stráka svona svipum tíma, hvað er svona 7 ára milli þeirra, 6-7 ára milli þeirra, og nú eru þeir fullnir, báði boksarar, af hverju ekki láta að berjast. Og þetta var bara... Já, úr varð bara einn besti boksbardagi síðar ára. Þú veist, það er ekkert eitthvað margir boksbardagar sem maður hefur skemmt sér svona svaka leiðir, sko. Ég horfði á hann bardaga bara áðan, sko. Mig langar eiginlega bara horfa á hann aftur í kvöld. Þú veist, fattar þið. Þetta var trylltur bardagi. Chris Eubanks er náttúrulega, hann er stærri. Hann er bara svona líkamlega stærri, sko. Já, og þú veist, það var alveg svona að þú veist, þið þurftu að mætast svona miðri leið til að láta þetta gerast, sko. Maður sá alveg bara að, þú veist, stærðamunurinn var mikil. Það var náttúrulega reglur, sko, að Eubanks mátti ekki rehydrata nema upp í eitthvað ákveðið 5 kíló. Mátti bara, það var, sko, það var weigh-ins og svo var aftur weigh-ins daginn eftir. Þá mátti,
Eubanks bara hafa þyngt sig 5 kíló en hann misti af vikt í bæðiskiptin Já, ok. og hann forfittaði $500,000 til Conor Ben. Já, byrju, hann var eitthvað 0,05 eitthvað yfir. Já, hann var eitthvað aðeins, hvort hann hafi verið 1 pundi yfir eða eitthvað. Ég held Hann var aðeins yfir, sko. Ég sá eitthvað mynd bara á Instagram, ég ætla svo sem ekki að selja dýrara, en það stóð bara eitthvað 0,05 kíló yfir og það hefði kostað hann 500.000 pund. Já, en það var vantilega held ég báða dagana þá. Já, ég veit ekki náttúrulega hvernig það var. Já, þeir hafa eitthvað verið í rugli, sko. En þú veist, maður sá alveg, þú veist, þetta, þú veist, jabbið hans var að virka óslega vel, þú veist, það var náttúrulega bara kannski stærðinn hans sem að hjálpa hann svolítið vel þannig. Mér fannst það með þessi bardagi svona, mér fannst eftir 4 lotur, þá var ég svona, ok, þetta gæti verið 2-2, svo svolítið tók Eubanks bara fram úr eftir það. Já. Og, þú veist, jabbið hans var óslega gott, en, Ben líka bara skemmtlur og, þú veist, Ben var meira svona leita bombum frekar að jabba sig í gang og það er náttúrulega erfitt að, þú veist, svona minni. Ég alveg bara, þú veist, svona sem þekkti að hvoran fyrir hann að borta einhverju viti, sko. Já. Ég eiginlega bara fennaði þeim báðum eftir þetta, sko. Já. Og bara, og sko, hvað þeir lögðu allt í þetta, bara svona síðustu 3 lótirnar, þá standaði bara í símaklefanum og eru bara að treyta og þetta var bara algjör bengar. Já. Sko, Ben gerir náttúrulega mistök, sko, hann dettur þarna í kaðalana og vinnur rosalega mikið, skilur í köðlunum, þú veist, í síðustu lótunum, sko. Og lætur svolítið svona króa svo út í hotni og eins og stegi, bara standa bara í snímaklefunum og býta. En ekkert eðlilega mikið output hjá þessum strákum, sko. En það er rematch-klósa, þannig að þeir munu berjast aftur í september. Það var bara, þú veist, það var bara skrifað fyrirfram í samningin. Þú veist, það var ekkert eitthvað svona, þú veist, rematch-klósa eitthvað svona, já, svo dröftum við nýjan samning. Bara nákvæmlega sami samningur aftur í september sem verður alveg trillt af því að, sko, þú veist, það var bara þessi bardagi og bara stemningin í kringu bardagan var svakaleg. Kolli var mikið að hringja í mig og segja mér alltaf sögurinn í kringum þetta en þetta er alveg svona WWE level drama í kringum þetta. Þetta er náttúrulega fyrsti bardaginn sem að The Ring Magazine í rauninni heldur fyrsta kvöldið en Shakin Saudi Shakin hvað heitir hann? Al-Sheikh, já. Allan hann keypti The Ring Magazine og núna þeir farin að prodúsa boxbardaga einhvern veginn á sama tíma og hann samt einhvern veginn í sleik við Dana White að stofna eitthvað svona hnefalega deild en sjáum hvað gerist við því en allavega Chris Eubanks eldri var með aðalega stæla við strákinn sinn Chris Eubanks yngri fyrir að hafa verið að grýta einhverjum eggjum eða eitthvað slamma einhverju, brota einhverju egg á held ég Conor Ben einhvern tímann. Já, hann gerði það. Já, og Chris Eubanks eldri bara eitthvað svona haga maður þessi ekki og eitthvað svona you're a disgrace to the sport og eitthvað. Mjög sammála honum. Já, ég meina, þú veist, aðeins bara... Það fékk mig upp á mótunum, sko. Þú veist, fyrir þetta var ég bara eitthvað, ok, einhverju 2 bóksarar, mér þekki ekki neitt. Svo bara eftir þetta var ég bara, já, ég held með hinn. Já. En svo er eitthvað viðtal, þessi blaðmannafundur, Chris Eubanks eitthvað svona, já, bara, þú veist, ég bara einn í þessu og þetta alltaf gett vonlaust og eitthvað og Conor Ben bara, þú veist, hætti sér væli, nenni ekki hlista þig og eitthvað. Og hvort að Chris Eubanks ekki bara í einhverju viðtali við Piers Morgan eða eitthvað. Hann er með talmynda sko, og það er bara svona herðu ef þú getur sendt pappa þeim skilabóð hvað myndir að segja skilur og hann er bara eitthvað hei eða langar að vera með mér í þessu þá bara þú veist þú ert með mér í þessu af hverju ekki við hliðina með skilur og svo trillist allt þegar þú veist Chris Eubanks eldri stígur á undan út í bílnum og allir einhvern veginn átti sig á því að þú veist feðgarnir eru búin að ná saman aftur og þeir eru að gera þetta saman og pappin er með honum að vefja og í klefunum og þú veist eða svona meðandi staðar, skilur við. Þetta var eitthvað meira heldur en bara þetta egg, held ég. Já. Þeir hafa ekki talað saman í mörg ár eða eitthvað, eða ekki? Ég veit ekki nákvæmlega, sko, ég eftir að fara svona almennilega á stúfuna og sjá nákvæmlega hvað gerðist, sko. En, sko, ég held að Chris Eubanks eldri hafi svona einhvern veginn aldrei trúa því nákvæmlega strákur sem hefði það sem að þyrfti til þess að vera bóksari. Og svona, þú veist, Chris Eubanks eldri náttúrulega drap mann í hringnum. Bara hann fekk bara heilablæðingu og hann hefur drepið mann skilur þannig að þú veist svona ég held að hann hafi aldrei viljað nákvæmlega að strákurinn hans hafi verið
boxari og það er alltaf bara svona, hey, he's the one to watch en ekki endalega í boxi og ég heyrði einhvers um frá Kolla að það hefði verið Lennox Lewis sem að svona startar því að Chris Eubanks verði boxar þannig að svona svona samfærir það var allan eitthvað vídeo sem að poppaði upp núna eftir þetta sem að þú veist, frá þegar hann var 13 ára þá var hann að biðja pappa sinum að fá að vera boxari einmitt en bara þú veist, Chris Eubanks yngri skilur að hann bara býr held ég í Dubai eða bara ákveður snekkjum og þú veist, það er þetta, þú veist, silkiklæði og eitthvað, þú veist, ertu með hungrið og það bara, ég held að hann hafi bara einhvern veginn ekki, ég held að pappanum hafi bara ekkert fundist að þurfa að vera boxari og enga veginn að hann væri með hungrið til staðar, sko þannig að svona, það er svona margir vinklar í þessu, sko þetta er djöfisins drama bardagi en, sko Ben strákandi, sko það er núna, sko 2 sigrar til Eubanks þægana, 1 jafntefli það hlýtur að vera komin sem að pressa á Conor Ben fyrir næsta bardaga að sækja sigurinn það verður svakalegt að það væri sko 4 eða þá, þú veist, 3-0 fyrir Eubanks það væri svona, það væri svo hálf glatað fyrir þá en hann var sjáanlega mjög svektur hann var alveg í tárum, greið Conor Ben en sjáum til þetta verður í september næsti bóksparti eða þeir fylgjast með það Kolli það fyrir að stytta sig það maður 31. maí, það er bara það er mánuður í það kortir í það sko það er bara stærsti bóksparti í sögu Íslands eða ekki? Jú, ég myndi segja það áður en að Kolli fer svo til Kongo já, má tala það það er komið inn á Boxrec já, ok segðu okkur eins frá því það er náttúrulega í febrúar á næsta árið þá ég gerir nú ráð fyrir þess að ég haldi upp á svona hálfsaldar afmæli Rumble in Jungle þegar Foreman og Muhammad Ali mættust og þannig að Kongóbúar eða Kongverjar þeir eru að undirbúa eitthvað svakalega hnefalega veislu í febrúar á næsta ári þar með að þetta verður einhver vika af bara þú veist tónleikum og einhver svona heljarinnar stemningu sko og þetta endar allt saman á bara trilltu hnefalega kvöldi bara, þú veist, bara það stærsta sem þú séð í Kongo bara til að halda upp á Rumble in the Jungle að þú veist, boxið var ógeðslega vinsælt eftir þetta og hefur bara verið mjög vinsælt alla tíð síðan en okkar einu svona, Kolli, komin með bardaga, búinn að skrifa undir bardaga á þessu kvöldi, það er ekki komin andstæðingur og og það er alls konar svona það er svona eitthvað pull-out klósu sko Kolli má tapa einu sinni fyrir þetta sko þannig að þú veist hann má ekki vera að koma með 2 töpar rekord sitt fyrir þetta Kongo-kvöld og það er einhverjir bónusar þarna líka sko hann getur unni bíl og svona eitthvað svona alls konar og og það verður að vera að finna andstæðing fyrir hann og ef að Kolli fílar ekki andstæðingi sinn eða eitthvað svona fílar ekki, bara andstæðingi sinn þá má hann draga sig úr þannig að en það er búið að semja pening það er búið að semja hversu marga miða hversu marga flugmiða hann fær fyrir sitt lið og svona og það er bara verið að gera rosalega vel við hann sko. Þannig að þetta er ógeðslega spennandi sko. Já, geggjað maður. Og þetta er í febrúar segir þú? Þetta er í febrúar á næsta ári. Þá förum við til Kongo. Nice. Það er mjög spennandi. Þetta er alltaf komið á Boxrec og það er alltaf að fylgjast með þar hvernig það verður tilkynnt bara við anstæðing og svona. Okay, awesome. Þetta er mjög spennandi sko. Þetta er bara það mest spennandi bara sem ég get ímyndað mér sko. Já. Þetta er eitthvað huge. Þetta er huge. Þetta verður stærsti boxbardaði í sögu Íslands. Já, algjörlega. Bara ekki spurning. Líka bara þetta sé eitthvað 50 ára ammæli Rumble in the Jungle, það gerir það bara, veist, til að geka. Já, alveg bilað sko. Bara, veist, þetta er bara eitthvað svona stærsta partí sem hefur haldið í Kongo bara í mörg ár sko. Veist, það er líka eitthvað borgarstyrjöld þarna sko. Já, þetta verður einhverju gated community. Já, algjörlega. En pældi hvað þetta geggja fyrir okkur, veist, við byrjum að fara eitthvað til Doncaster og eitthvað, svo bara, núna bara Kongo. Einmitt, ef ekki eitthvað stærri að mildinni, en það er svona on down low. En þetta verður nákvæmlega, þetta verður bara
þetta með setja boxið á Íslandi algjörlega á kortið og ef þú veist ekki hver kolli nú þegar og þá, þú veist þá setur þetta hann alveg á kortið, skilju, af því að ég minna, þú veist, Sátarnir verða líklega með krumlunar í þessu og þetta verður heavy production þú veist, það bara verður að vinna í þessu, það verður að setja saman kartið bara með árs fyrir bara þú veist og Kolli sækir góðan sigur þarna, þú veist, þá er það bara The Zone, eitthvað já, algjörlega, ég minna, þú veist þá getur bara mætt í Úsík næst já, þú veist, ég var bara já, jafnvel, skilju að þú veist, ég var alltaf komin, þú veist, fyrir bara mars, þetta var alveg af staðfest bara í mars bara mjög snemma í mars þú veist, ég var bara eitthvað að taka strætó eftir hérna Thailandsverðina þegar ég fæst singtal frá Kolla og hann bara, þetta var að gerast eitthvað og var bara, oh shit þetta er svakalegt, sko, þannig að hérna fucking ævintýri, sko þannig að, þú veist, þetta er akkurat tíminn til að hoppa á bóksið og svona vera með í hæpinu, þú veist, bara þú veist, fylgjast með Kolla í Þýskalandi sjá bara, þú veist, þetta er okkar maður þannig að fara þarna, þetta er partæð sem hann vildi fá þarna í Þýskalandi mót Lennis og það er bara ógeðslega og Kolli lítur ógeðslega vel út nice. bara hérna virkilega flottur En taldu íslenska boxið og svona bla 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 ég var að heyra, Erika Nóttir og hún gett fræg bara eitthvað fyrir eitthvað svona já, TikTok og eitthvað já, eitthvað TikTok og eitthvað svona að stríma þannig hún er bara eitthvað svona stríma live þegar hún er bara eitthvað hún er bara eitthvað að tala við eitthvað fólk út í heimi hún er vist bara blowing up bara, já þannig að hún er að fara að koma með fullt af augum á íslenska boxi líka, sko bara í gegnum eitthvað svona, þú veist eitthvað TikTok streaming þú veist, út af því í dag einhvern veginn þú veist, ungu krakkarnir þeir eru svo mikið í þessu strími þeir eru bara einhvern veginn svona, þú veist, einhver gaur að spila einhvern tölvuleik og stríma það er bara, orðið bara eitthvað stærsti hlutur í veröldinni einhvern veginn þetta er ekki svona menn á okkar aldrei fatt ekki hvað fjandanum er í gangi hjá þessari kynslóð, sko en allan að Erika er að spila eitthvað rétt á það þú veist, hún er bara eitthvað oft bara eitthvað að tala í eitthvað lifandi streymi og bara þúsundir manns bara eitthvað já, túna inn og horfa á það já, og hérna hún var eitthvað svona að stríma live með þarna Aiden Ross sko, þetta er einhver gaur sem að sko, er einmitt að setja saman eitthvað boxkvöld og er bara stærsti streamer í heiminum sko. Hann hefur eitthvað svona hvort hann var ekki eitthvað í kringum Andrew Tate eða eitthvað þú veist, þetta er einhver svona bara mjög frægur gæi sko. Og hún er eitthvað streama eitthvað með honum og streama eitthvað svona collaba eitthvað þannig mér finnst mjög áhugavert fattar eitthvað hún er bara einhvern veginn orðin bara eitthvað heimsfrægi gegnum eitthvað svona já, hún gæti náttúrulega fengið bara eitthvað þú veist, hjá Misfits Promotions og eitthvað svona og hún kannski fari ekki í svona heimsmeistari titil gæti hún fengið eitthvað flottan barda á eitthvað flottu kvöldi bara í gegnum eitthvað svona Aiden Ross já. Einmitt, bara í gegnum eitthvað svoleiðstæmi það væri ógeðslega spennandi en svona, ég hef ekki fylgst með þessum streamum hjá henni ég er ekki á TikTok, sko ég er svona eins og Eldjó sagði eitthvað, sko, þú veist, ég er alveg að fara að byrja á þessu TikTok og Snapchat en ég sá eitt svona álgjarnar sketch hjá henni og hann var alveg fyndinn, sko eitthvað svona þegar þú húkar upp með box-skelfu, skilur og það var alveg fyndið, sko, ég var bara svona, ok, gott koncept, skilur það sem að þú heldur sér að fara heim og kela á eitthvað og hún læti sér bara horfa okkar gamla boxparta eitthvað, það var ok, that's funny þannig að hérna, hún er alveg að gera góð hluti, sko já, hann snögg já, það er líka bara, þú veist hérna kannski líka, hún er bara meira en góða boxaði, skilur ég ætla bara að segja það, hún er líka bara rosa myndaleg, skilur rosa, hérna, geta alveg gert já, geta bara komist langt á því, skilur það er bara myndaleg boxstelpa, skilur þannig að hérna, það getur verið bara góð í krumlónum, sko herru, ef að, hérna, við upp okkur aðeins í UFC næstu helgi já, maður fara hérna þetta er nefnilega ruggla kard sko í einhvern veginn, þú veist, þetta kard var einhvern veginn þú veist, það var búið að fara fram hjá mér einhvern veginn, ég var ekkert að spá í eitthvað næsta helgi eða eitthvað geggið ég er einhvern veginn bara svo býð 3:15 eitthvað þetta er ruggla kard, ég meina, þú veist Corey Sandhagen á móti Davison Figueiredo þetta er banger þetta er svakalega fætt svo bara Renier Ritter á móti Bo Nickal í co-main það er huge svo vonandi fá að sjá Santiago Ponzinibbio hérna án meðutundar eftir að mæti dýrót, sko herru, svo bara heldur það áfram bara Montel Jackson og Daniel Marcos bara gett spennandi hérna, þú veist, Daniel Marcos, ég held mikið upp á hann, sko svo kemur hérna Cameron Smotherman og Serhi Sidey þú veist, Cameron Smotherman, ég græti smá pening á honum þannig að hann tók debut sitt og kom skemmtilega óvart þar, sko
og Sidney bara búin að vera flottur svo kemur hérna Jeremy Stevens Little Heathen. þú veist, hann bara mættur aftur bara, af hverju vissi ég það ekki Nei, já. af hverju bara vissi ég ekki að hann var að koma aftur í UFC Þú verður bara að fylgjast betur með það. já, ég þarf að hlusta á einhver podcast og eitthvað en hérna, já, hann er bara búin að gera gott í hérna Bare-Knuckle Já. bara besti Bare-Knuckle boksarinn, virðist vera Hann heldur sér sjarp. og bara hérna búin að taka 3 gaura hana í BKFC og hann er bara mættur aftur í UFC Já. Og featured prílum sem Jana Santos sem Misha Tate. já, bara, veist, er bara 2021 eða eitthvað, hvað er að frétta bara Jeremy Stevens og Misha Tate og eitthvað Þannig að það er ímislegt þarna, sko. já, svo er hérna sko Marina Rodríguez og Gillian Robertson þetta er bardagi bara snemma á prílims bara geggjað Þetta er bara mjög skemmtilegt, sko. Gaston Bolaños hérna, þú veist, bara ógeðslega flott kart Já, sko. og kemur óvart, sko. Þetta er haldið í Iowa, er það ekki? Jú. Er það ekki Iowa? Jú. Já. Sem að er í Bandaríkjunum. Já. Mikið rétt. Já. Maður haldið að vera bandarískur. Já, ég er nefnilega smá American. Herri, en þú veist, ok, hvernig sér þetta Corey Sandhagen á móti Davison Figueiredo fara? Sko, ég flétti sér upp á Coolbet Já. til að skoða stuluna. Já. 1.22 á Sandhagen Í og alvöru? hérna 4.50 á Figueiredo. What? Það er rugl. Já. Ég myndi halda að þetta væri bara 50-50 fight, sko. Ég myndi allan daginn setja þetta á Corey Sandhagen fyrirfram, sko. En mér finnst þetta samt skrýtniskuður. Já. Ég myndi kannski skilja, þú veist, 1.60 á Corey Sandhagen og kannski 2,2 eða eitthvað, þú veist, eitthvað þannig. Já. Figueiredo er hættulegur maður. Já, líka bara, sko, þetta er náttúrulega í bantamweight. Já. Hann Figueiredo er að fara upp úr flæfiðinni, sko. Já, hann er löngu búinn að gera það, sko. Já, já. En samt bara svona, þú veist, hann missi sigur á Rob Font, sigur á Cody Garbrandt, sigur á Marlon Vera, tapa fyrir Peter Yan, svo sem engin skömm í því. Nei, það var geggjaði fætt líka. Já, geggjaði fætt. Þannig ég er svona, hann er ekki svona mikill underdog. Nei, ég skil þetta ekki, sko. Nei, en ég held, mér finnst svona Corey Sandhagen vera svona, þannig að það langur og flinkur í glímu og svona, ég finnst svona, hann ætti að hafa þetta af, sko. En ég er svona, já, þetta er svona skrýtnisstuðlar. Já. En svona, hvernig sér þetta fara? Svona, við spáum létt í það. Ég myndi halda bara að Corey Sandhagen myndi vinna á decision, sko. Já. En, þú veist, Figueiredo getur alveg strítt honum, sko. Já, hann meiri kraftur í honum held ég í bantamweight, sko. Já. Þú veist, hann meiri kraft í höndunum, en annars held ég sko að Corey Sandhagen sé of langur, sko, of tæknilegur, of langur og svona of náttúrulegur í þessari vikt, sko. Fikk ég náttúrulega orðin 37 ára, sem er svolítið gamalt. Hann er 1.65 á hæð, 1.73 í reach. Corey Sandhagen er sko 1.80 og 178 í reach. Já. Þannig að þú veist, hann er svo mikið hærri. Já. Það er muna 15 cm og yngri, skilur við. Maður svona, Já, bendir svona alltaf hann, sko. já. En mér finnst að Figueiredo ekki bara að fá neitt respekt Nei, henni er ekki mikið stuðlum, respekt, sko. Þetta er eiginlega smá rugl, sko. Nákvæmlega. Ég finnst alveg samanlega, sko. Ég get alveg séð fyrir mér að þetta fari alla leið, sko, að því að þú veist, hann hérna Sandhagen er svona lúmsk decision wheel, sko. Já, hann er það. Veist, hann er með þarna Dr. Stoppage á Song Yadong, Já. en annars hefur hann ekkert verið að klára neitt rosa mikið, Nei. þú veist, upp á stuðkasti, sko. Og þú veist, 3 töp af síðustu 6. Hann er búin að vera svona 50-50 leikmaður. Þannig að það komið rosalega hátt. En þannig að, þú veist, ég myndi segja að mér fikk þetta alveg lifandi hundur eða. Þú veist, Já, bara algjörlega. mjög svo. En samt sem áður, Corey Sandhagen er svo tæknilega góður, sko. Ég líka bara elska að horfa á tutorials með hann. Já, Hann er ógeðslega góður. það er rosalega gaman. Já. Það er rosalega gaman. Þannig að hérna, já, það er mjög gaman. En við erum báðið kannski sammála um að það sé að fara á Corey Sandhagen, já, ég held það. En ég held að hann sé mjög lifandi hundur, Figueiredo. Og veist að stöðlun sé svona hára á honum, það er sexy. Já, hérna, skrítið. Herru, en Renier de Ritter á móti Bo Nickel. Ég hef búin að vera svona pínu de Ritter heitar. En þú ert svo mikill Bo Nickel heitir að þú elskar Ritter núna. Nei, ég elskar hann, en hann kom mér á óvart gegn Kevin Holland. Að rýna ekki tjókan í fyrstu lóti. Já. Það kom mér á óvart af því að
hann hérna strækaði við Gerald Mercier og það var svona og söppa hann svo í lokin sko hann er mjög góður fyrst, í gólfinu og eins og þú sagði fyrir þáttinn sko how the mighty have fallen fyrir á gæjanum sem sagðist bara alltaf vera eitthvað main cards og það debutaði já, á pay-per-view segi ég já, á main card og pay-per-view eventi sem enginn hefur gerst sko ætlaði bara að berjast á pay-per-view events nú er hann bara eitthvað mætti til Iowa á okkar Fight Night gegn, ekki einu sinni main event nei, að þeir voru líka margir sem voru ekki sammálaðir þegar hann hefði unni Paul Craig í rauninni striking fight sko hann lukkaði mjög í strikinginu sko og hann var svona samaði Cody Brundage skilur við fór í gólfið og gerði svona MMA mistök í rauninni og just, ég held að bara Bo Nickal greið lendi bara á vegg hérna sko. já, ég er smá hrættur það sko en já. Ég veit ekki, ég held að hann geti alveg komið og grófast sko nei, hætti byggi já, ég held að hann geti alveg gert það sko já. Ég held að hann geti tekið þegar Ritter niður og svolítið svona grenda út lóturnar já, þú veist myndi ekki svartbeltingar einslan hans hérna til Ritter svolítið kikkinn skilur mér að þú veist að Rín ekki tjókaði Kevin Holland Hettin Arm tjókaði hérna Gerald Mercier hann að taka þessa svartbeltinga og söppa þá sko og þú veist ok, hann er vissulega góður í glímu en þú veist, glíma er góð til að stjórna en ég meina, þú veist, þetta var stjórna þetta Ritter í gólfinu Gæti alveg gert það, sko já ég hallast að þetta Ritter en ég held samt að Nickel hvað segir Coolbet? Segðu mér fyrst hvað þú heldur Ég myndi segja svona 1.70 á þetta Ritter 3.50 á þetta Ritter? Nei, er Bo Nickel svona huge favorite? Bo Nickel sko 1.33 Aha Ég er bara að setja húsið mitt á Reynir Ritter og eiga 3,5 hús. Sko... Ha? Já, þetta er skrítið maður. Þessi stöðlar í ruglinu. Ég held sko, þú veist, Bo Nickel hefur ekkert mætt svona alveg gaur eins og þetta Ritter. Nei. Reynir Ritter að fara átt strækan? Já, ég held að Bo Nickel sé bara ekki að fara að vilja standa með honum, sko. Nei. En þess að Ritter er glímugæði líka, sko. Þetta eru 2 glímugæðar að mætast. Mögulega núllast út glíman og það verður striking fight. Ég sé samt alveg fyrir mér Bo Nickel, þú veist, ná takedowns og ná svolítið bara svona að ræta út lótur og clocking control tíma, sko. Þetta er triangle choke fyrir Reynir Ritter. Hann myndi by submission. Já, eða bara guillotine eitthvað. Ég veit það ekki. Ég veist bara, að því að sko, Bo Nickel hefur sýnt, skilur, að hann gerir mistök í gólfinu. Og... Djöfull væri gaman að sjá... Ég er hálf orðulis yfir þessu. Djöfull væri gaman að sjá, hérna, Bo Nickel tappa út fyrir Rear Naked Choke eða eitthvað. Já. Ég væri til að sjá það. Ég myndi elska það. Ég held að Óli hafi sagt að Bo Nickel myndi taka þetta. Já, auðvitað sagði Óli það. Já, Óli, þú veist, já. Óli er Óli, sko. En ok, ég er steinhissa yfir Reynir Ritter á 3-5. Já, algjörlega. Ég er að fara að setja Ritter og Figgy og Parley. Nei, við það ekki bara að gera. Þú ætlar að sleppa Figgy, setja Reynir Ritter og það er bara bettið þetta við vikinu. Já, það er kannski bara nóg. Já, og hvað það segja, þú veist, af hverju myndir við vinna þetta Ritter en eins og tapa því á Figgy? Rétt. Ég flengi því bara. En eitthvað segir mér að þú myndir bara fíla það. En þetta komið glettilega óvart, sko. En ég held vissulega, sko, sem svona all-American wrestler þá er Bo Nickel að fara, þú veist, glíma hann og kannski taka niður, en hvað ætlar að gera þá? Þú veist, þá ertu bara í gólunum með Reynir Ritter. Já. Þú veist, ég held að sé alveg líklegur til þess að henda upp í eitthvað triangle eða jafnvel bara, þú veist, gillið eða, þú veist, sweep hann, whatever, skilju. Þú veist, þetta verður djöðs vesen. Ég, sko, ég er veltað með mig hvort það sé, sko, 1.85 á hæða þegar Reynir Ritter er líka alveg hávaksin, sko. Verður maður ekki bara að drífa sig í að henda bett á þetta áður en að þetta fyrir að jafnast eitthvað út? Jú, ekki? Sko, Reynir Ritter er hávaksnari. Hann er sko 7-8 cm hávaksnari og með lengri faðm. Hann er vissulega aðeins aldrei, 34 ára. Bara besta aldri. Frá fínum aldri fyrir sko middleweight bara það. Þannig að þú veist, hann er fínum aldri fyrir middleweight. Hann er hávaksnari, hann er lengri, hann er betri golf credentials
Betri strækjar, hann er 19-2 á myndi 7-0, hann er miklu meiri MMA reynslu. Hvað erum við ekki að sjá hérna? Ég veit ekki, bara, þú veist, það er allir bara svo hæ á Bo Nickal. Já, Það er allir bara ennþá það er alltaf að taka Bo Nickal í nefið. Já, þú veist, það er ennþá allir bara rætandi hæpleysnina, fattur við. Ok, hvað getur maður lagt mikið peninginn á? Hvað er hámark? Já, hvað er Bettið, já. nákvæmlega, ok, geðvikt. Herru, ég ætla svona að fara að segja þetta gott á þessu sinni, en það er eitthvað svona sem við aðstikla á, sko, Santiago Ponzinibbio á móti Daniel Rodríguez. Ég hata að segja það, en ég með dýrót ekki mikið, þannig að mér finnst líklegt að það fari á hérna, Santiago Ponzinibbio. Svolítið 50-50 fight fyrir mér, Já. syns mér. Já, íspyrnin segir þetta sé 50-50. Já. Jeremy Stevens á móti Mason Jones. Sko, Mason Jones sko var í UFC, var droppað, fór Já. aftur í Cage Warriors, en þú veist, hann vann David Onama þegar hann var í UFC áður, Já. sko. Þannig að þú veist, þetta er alveg einhver góður gaur. mætti Cage Warriors og bara vann 4 og komst tilbaka. Nára. Og- Sem er svolítið sagan þegar að menn fara tilbaka. Þú veist, Já. þá er Ég sækir sem er reynslu og eitthvað. þannig, já, ég er bara spenntur fyrir Jeremy Stevens, en þetta verður allan ekkert eitthvað gefins, sko. Nei, 4.85 á Stevens. Er 4.85 á Stevens? Já. Aha. Ekki segja, ég voru að segja, ég ætla að setja um parlay. Ég ætla að setja Stevens, Figgy og Derritter. Nákvæmlega. Já, ok, sko ég myndi halda bara, ég meina, Jeremy Stevens, sko, bara með hvað hann er búin að vera góður í BKFC, sko. Já, Þá finnst mér það svolítið að vera kántan út. já. Sérstaklega á móti gauðir sem var droppaður og komið tilbaka. Það er oft mjög góðu svitið, sko, menn komið tilbaka og það var mjög reyndar. góðir. Eins og Yusuf Salal sem var droppað, komið tilbaka og er bara on a tear, sko. Það er rétt. Að vera droppaður UFC og komið tilbaka er oftast ávísun á að þú sért mjög góður. Og þú veist, þetta er ekki UFC debut, þú ert búinn að debut á UFC, Já. þú þekkir UFC, Einmitt. þú veist, og allt það, sko. Þannig að þetta er ekki svona, já, þetta er ekki hækja, sko. Nei, Hvað er Jeremy Stevens svo gamall? 38. Já, það er svolítið gamalt, sko. Já, hann er ennþá alive and kicking, sko. Það er alltaf gamalt fyrir lightweight, sko. Það er til að vera einhver champ, kannski, en ég meina. Já, Ég ég skil ekki alveg hvað hann er að gera. já, mér bráð þeir sá hann, sko. Ég bara, er ég að skoða eitthvað kart hérna fyrir lungu, eða eitthvað, veist, Já. ég held ég þurfti að fletta upp bara, nei, ok, þetta er þetta kart. Já, sko, Misha Tate og Jeremy Stevens saman á kartu. Já, ég veit það. Það er stór Þetta fyrir. er skrítið, mjög skrítið. Það er mjög skrítið. Herru, hérna, mér lagar til, hvernig byrjar þetta? Herru, Þetta er þetta góðan tíma. prelims byrja kl. 11, Já. main kl. 2, þannig að þetta er svona svolítið seint. Já, það er svolítið sent, ég Ég nefnir ætla ekki að að vaka. taka þetta í hádeginu, sko. Ég tek þetta í hátæðinu líka. Ef það er eftir hvað ég bara tippa mikið þá reynir þetta. Ég ætla svona að lefa mér eins mikið og ég mögulega get. Já. Kannski mánaðarlaunin. Nei. Það verður eftir hvað kúlbetti þau búið að taka mikið pening af mér í einni slettu. Ég meina, er það ekki bara til að taka allan peningi, en að... Ég myndi halda það. Er það ekki bara, we cool, give us money? Já, Já, alltaf alveg að henda, þú farið yfir 100 áskallega. ég væri til að setja 100 áskall á Ok. reynir þetta. Ok. En þú veist, það er ekki droslega mikið í mínum stíl samt sko að gera það. Nei. En við bara sjáum til hvað ég gerir mikið. Það er mjög cool að gera 100 áskall. Sko. Sko, reynir þetta söppaði Kevin Holland. Sko. Já. Og Gerald Mercer. Ég held að sé alveg ágætt bett, sko. Mhm. Mér er samt svona, fyrir mig er 100 áskallega aðeins svo mikill peningur til að svona... Já. Já. Góð punktur. Herru, ég ætla bara að þakka öllum fyrir að hlusta og fyrir það sem að horfa á YouTube. Allir fjóru sem að kíktu við og duttu strax út aftur. Með grunar að eitthvað hafi farið úrskeiðis en ég held samt að þetta ætti nú alltaf að vera á sínum stað. Við kíktu á hljóðið og eitthvað hafi farið úrskeiðis en já, nei, hljómaði bara Við hljóðum bara vel. vel, sko. Gekja. Við erum bara svo leiðinlegir. Já. Við erum bara núna fyrir þetta detti í vana og fyrir maður að lýsa þetta og... Já, nú er þetta alltaf byrja, sko. Gekja. Svo ætlum við að laga stúdíóið. Já, algjörlega. Við þurfum að fylla vegginn hérna. Herru, geggjað. Ég þakka öllum fyrir að hlusta. Við séumst eftir að viku liðni. Bara takk og bless.